á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Það Toyota á Selfossi sem býður hlustendum Suðurland FM upp á fréttir og fróðleik úr hestasportinu. Mikið rétt, sportáttur með ykkur hérna þessu mánudagskvöldi og þá erum við komið áfram í hestamennskuna á nýjan leik. En annað kvöld, það heldur betur veisla í reiðhöllinni fyrir austan að það Suðurlandsdeildin og ég kom með línuna Eirík Vilhelm Sigurðarson, einn af skipuleggjendum mótsins. Heill og sæll félagi. Sæll gestur. Herðu, þið eru að bjóða upp á ykkur ákveðna nýjungu eða ekki annað kvöld? Jú, það passar. Já. Við erum með hérna nýja grein í hestaíþróttum sem kallast parafemi og svona sem að við byrjuðum á því núna erum snemma á síðasta ári að spá í nýri deild sem að einmitt þessari Suðurlandsdeild þar sem keppa saman áhugamenn og atvinnumenn. Þegar svona svo hugmynd var svolítið komin á loft þá fórum við að velta fyrir okkur hvort við getum líka verið með nýja keppnisgrein inn í deildinni og þá var til þessi parafemi þar sem að áhugamaður og atvinnumaður keppa saman úr sama liðinu sem par og þurfa að sýna lágmarki hérna 2 gangtegundir og 3 æfingar innan 3,5 mínútu og parið velur sér lag og býr sér til sitt eigið prógram. Já. Þannig að við munum fá að sjá alls konar sýningar á morgun. Þannig að þetta kannski svolítið gaman ef maður að tala þessa nýjung að þarna til dæmis áhugamaðurinn sem að sanna sér hliðin á afreksknappanum. Já, akkurat. Og þeir gilda til jafns í greininni þannig að þeir þurfa atvinnuknappinn þarf að aðstoða áhugamannin við að ná góðum árangri svo að þeir fái saman sem hæsta einkunn og það búið ótrúlega gaman að fylgja með æfingum í Rangárhöllinni. Það rosalega mikill metnaður í liðunum og að æfa sér mikið. En nú var fyrsta umferðin bara núna í þar síðustu viku og það var í fjórgangi og að með skilst að þá var bara fullt út á dyrum. Það passar, það var bara fullt úr stúkan og greinilega mikil stemming fyrir þessu sem var mjög ánægjulegt og það vinnaði ykkur langan tíma að sjá að fólk hefur áhuga á því þá er maður að gera eitthvað rétt og þannig að ég bara býst við því að það verði eins á morgun. Ég hef heyrt frá mörgum að það er mikill spenningur fyrir parafeminni menn eru spenntir að vita hvernig þetta tekst, hvernig liðin leysa þessi verkefni. Já, nákvæmlega. Og það verður hvernig þetta náttúrulega liðakeppni. Nú þetta líka öðru síðan hvernig talið til stiga eða ekki? Jú, það sem sagt, þetta er bara liðakeppni. Við tökum ekki neina einstaklingskeppni í þetta þannig að það eru allir inni í liðinu sem eru mikilvægir og það er í raun líku við hægt að segja þessi jafn mikilvægt að lenda í 22. sæti eins og fyrsta sæti. Já. Því að þú færð 1 stig ef þú lendir í síðasta sætinu sem er þá á morgun í parafeminni 24. sæti en liðið sem lendir í fyrsta sæti fær 48 stig. Þannig að þú vilt þú mynd alltaf náður í stig. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er í rauninni náttúrulega alvöru liðakeppni, það er ekki einstaklingar núna, sem telja til stiga. Nei, eins og tíðkast oft. En náttúrulega einstaklingarnir safna stigum fyrir liðið, en þeir safna aldrei stigum fyrir sjálfa sig. Já. Og í parafeminni eru úrslit, það eru 6 úrslitum. Það er náttúrulega að keppa pubin. En eins og í fjórgangnum og verður svo í 12. og 5. gang að þá það atvinnumenn annars vegar sem keppa til úrslita og svo áhugamenn sem keppa til úrslita. Þá skiptum við þeim upp í 2 úrslit og þá eiga þeir möguleika að ná jafnmörgum stigum fyrir liðið. Já, nákvæmlega. Já, það má segja allan að þetta verður forvitnir þetta að fylgjast með þessu hvernig þetta fer fram. Ég held að landið sé ansi spenntur fyrir því hvernig þetta er uppsett. Já, ég vona það. Þú mætir það ekki? Að sjálfsögðu. En svo ég spyrji þig hugmyndin á bakvið þetta. Það bara, nú er náttúrulega fullt að deildum hér og þar, vetradeildir og það var keyrt núna bara gegn þessi Suðurlandsdeild eins og hún er kölluð. Já, áttu þá við kannski hvernig hún var til eða? Já.
Við svona, ég raun snemma síðasta vetur, þá fórum við að velta því fyrir okkur, hvort það væri ekki markaður fyrir einn del viðbót, og vorum svona alltaf svona svipar hópar fólki, svo vorum að spjalla um þetta, og til þess að ná svona, höfða til sem flestra og bara að sem flestir geti tekið þetta, því að alltaf hérna í Rangárvallasýslu og Suðurlandi eru alveg óbóðslega margir sem stundar hestamennsku. Já. Og kannski ekki vettvangur þar sem að sko allir geta tekið þátt, þá bæði aðmaðurinn og áhugamaðurinn og engin vettvangur fyrir þá að vetritíð sem geta tekið þátt sko saman á sama tíma. Þannig að eftir miklar umræður og hérna marga kaffibolla og mörg kvöldspjöll og mörg símtöl, þá var þessi Suðurlandsdeild til með þessu fyrirkomulagi. Að hvert lið skipt 2 atvinnuknöpum og 3 áhugamönnum. Já. Þannig að það gerir að verkum að áhugamaðurinn hann getur gert sig jafnvel líklegri en ef hann er að sanna sig. Hvað segirðu? Þannig að áhugamaðurinn getur gert sig líklegri í að verða afreiksknappi ef hann er að sanna sig. Já, þeir eru mikilvægir liðinu. Og það er líka skemmtilegt með svona liðakeppni, maður sér sko, það verður mikil stemming fyrir því að allir vilja að öllum gangi vel. Og menn er mikil að sig og kenna öðrum og menn er að lána hrossa og þetta er bara, það er gífuleg stemming í kringum þetta. Já, en hvenær mælirðu með því að fólk mæti, því að nú var alveg fullt út á dyrum síðast, er ekki mikilvægt að mæta svolítið tímalega? Jú, við byrjum fórkeppnina klukkan 6 og hérna, þannig að það er bara að vera mættur bara klukkan 6 þess að missa ekki af neinu og þá eiga allir að fá sæti í stúkunni og þú þorir ekkert að tippa nú í fjórganginum, þá var það, já, þetta eru náttúrulega liðakeppni, þá unnu Vigni Sigurgeirs og félagar. Já. Og er ekki mikið verið að tippa svona á það? Hverjir taka þetta á morgun? Það er sko eiginlega ómögulegt að segja. Já. Hérna, ég er búin að sjá marga efnilega og margar flottar sýningar, ég er búin að fylgja svolítið með mér í höll, sko, og ég þori ekkert að segja, sko. Nákvæmlega. En Eiríkur, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, bara gangi ykkur sem allra best. Keppnin hefst klukkan 6 á morgun og menn eiga að mæta tímalega. Ákvæmlega. Þakka þér fyrir. Takk svo leiðis. Leiðis. Já, keppnin hefst á sjálfsögðu klukkan 6 á morgun og já, þetta er ekki eina deildin sem fullum gangi, það er uppsveitadeildin núna sem hefst líka einnig á föstudaginn næstkomandi í reiðhöllinu á Flúðum. Ég er ekki með tímasendingun fyrir fram að mig, en svo er náttúrulega líkt og búið að koma fyrir í